Í þessu vídeói sýni ég hvernig fjarfundur settur upp í námskeiði með Microsoft Teams. Ég mun setja fjarfundin upp á síðu, bý til svona sérstaka fundarsíðu. Það hefur ótvíræða kosti. Í fyrsta lagi er hægt að láta síðuna og þar með fundin birtast í námskeiðsstaðatalinu og í verkalista nemenda. Í öðru lagi er hægt að láta síðuna koma fram inn í viku námskeiðs eða annar staðar þannig að hún styðji við skipulagið sem er fyrir á námskeiðinu. Í þriðja lagi get ég sett fundadagskrá eða eitthvað efni fundarins inn á síðuna og samt tenglinum á fundin og að lokum er mjög einfalt að birta síðu hvar sem er í námskeiði, til dæmis í tilkynningu til nemenda. Og ef fundurinn er tekin upp þá hentar auðvitað líka vel að setja upptökuna af fundinum inn á þessa sömu síðu. Ég byrja á að setja upp síðu, smelli hér á plúsin, vel síðu og nýja síðu. Ég gef síðunni heiti og í þessu tilfelli er best að láta fjarfundin koma fram í heiti síðunar og ég set hér dagsetningu og tíma ásamt heiti fundarins. Og nú þarf að stofna fundin sjálfan. Ég opna síðuna og smetla á breyta. Það er farið í Tools-valmyndina í ritlinum, í smáforrit og sjá allt. Hér þarf að finna Teams og athugið að það þarf að smetla á efri línuna. Það gerist ekkert þegar smeltir á þá neðri. Þá opnast Teams glugginn þar sem maður þarf að skrá sig inn í Teams og síðan er smelt á búa til fundartengil. Fundinum er gefið heiti og ég ætla bara að nota sama heiti og ég notaði á síðuna. Það er alltaf gott að láta fundartíma koma fram í titli fundarins. Tími fundarins er skráður fyrir neðan og smelta á búa til. Með því að fara í Meeting Options er hægt að breyta nokkrum stillingum í sambandi við fundin. Og takið eftir að stillingarnar opnast hérna í nýjum flipa í vafranum. Hér er hægt að velja úr nokkrum möguleikum, meðal annars hver má kynna. Hvort ég vil leyfa öllum þáttakendum að kynna, sína glærur og þess háttar. Í þessu tilfelli vil ég ekki að nemendur sýni neitt efni og ætla bara sjálf að sýna nokkra PowerPoint glærur, þannig að ég vel aðeins ég. Það getur verið erfitt að bæði tala við nemendur og fylgjast með spjallinum, sérstaklega þegar maður er einn og hefur enga aðstoð. Þannig að ég ætla að gera spjallið óvirkt á þessum fundi. Það þarf að vista stillingarnar og svo loka ég þessum flipa í vafranum og fer aftur í fundin sem ég er að stofna og skrolla niður í glugganum og smelli á afrita. Þá afritast tengillin á fundin inn á fundarsíðuna sem ég var að stofna. Hér er tengillin á fundin tilbúin. Og svo getur maður sett hér fundadagskrá eða eitthvað efnið sem á að taka fyrir á fundinum. Ef það á að taka upp fjarfundin er upplagt að setja upptökuna hér inn á þessa sömu síðu. Ég vil að þessi síða og þar með fundurinn komi fram í verkalista nemenda og í námskeiðsdagatali og merki þess vegna við hér og vel dag og skrái tíma. Að lokum þarf að vista síðuna. Hér er fundarsíðan á sínum stað inn í réttri viku. Það er alltaf góð regla að fara í nemandasýn þegar maður býr til eitthvað nýtt og gangur skuggum að allt sé með feldu. Hér er fundarsíðan sýnileg nemendum og sömuleiðis í námskeiðsdagatalinu. Þegar kemur að fundinum er hvort sem er að opna fundarsíðuna hér í dagatalinu eða inn í vikunni og svo er smellt á tengilin á fundin. Þátttakendur fá val að opna fundin í Teams-forritinu í tölvunni og það er þá hlekkur til að hlaða því niður ef maður er ekki með það uppsett. En það er líka hægt að opna fundin bara í vafranum og þá er ekki nauðsynlegt að vera með forritið uppsett í tölvunni. En þetta er komið í bili. Takk fyrir.